Tunes eða á íslensku ferðalög verkefni söngelskrar fjölskyldu á Akranesi. Þau kynna íslensku þjóðlögin á alveg einstakan hátt og nafnið stendur fyrir sínu því að þau geta bæði tekið á móti hópum og komið með lögin hvert sem Þetta svo ótrúlega fallegt verkefni. Hvernig datt ykkur þetta í hug og hvernig þetta til komið og hver sagan á bak við þetta allt? Þú og Heiðrún því, veistu? Já, kannski segja það. Þú ert menntuð í tónlist. Já, ég tónlistarkennari. Já. Og svo ég líka með söngpróf frá FIH, tónlistarskóla FIH. Þannig að þú ert búin að lifa og hrærast í söng og tónlist alla ævi? Já, það eiginlega ekkert annað sem kemst að svona. En þetta kannski hugmyndin að þessu fæddist svona, við fórum svona, þegar maður hugsa tilbaka sko, við byggum í Danmörku hérna í nokkur ár, fyrir 8 árum eða svo. Og þá tókum við stundum að okkur að spila íslensk lög, íslensk þjóðlög aðalega fyrir Danina. Og þetta var bara svo skemmtilegt að fólk sýndi svo mikinn áhuga. Og mikið verið svona að spyrja okkur út í lögin og við sungum með sér þjóðsöngin einhvern tímann mástu. Vá, það er nú ekki auðvelt verkefni. Og svo svona þegar við komum aftur til Íslands og vorum komin hingað á Skagann aftur sko, þá já, það bara einhvern veginn fór þetta svona að kvikna aftur sko. Ert þú ekki menntaður í íþróttum eitthvað? Jú, ég menntaður í íþrótta heilsufræðingur, hef enga tónlistarmenntun. Nei, menntaður bara sjálfur í því og var hún ekki svona duglega að kenna þér? Nei, mamma hún kenndi mér á gítar þegar ég var yngri og svo ég bara búin að vera að glamra sjálfur í gegnum árin. Svo eru þið komin núna með þetta verkefni Travel Tunes Iceland. Út á hvað gengur það? Þetta gengur út á það að kynna íslensk þjóðlög fyrir ferðafólki. Við erum svona aðalega að hugsa þetta út frá erlendu ferðafólki. Já. Þó þetta náttúrulega samt búið að sýna sig að þetta mjög skemmtilegt fyrir Íslendinga líka að koma og hlusta á íslensku þjóðlögin því við erum líka með sögur tengdar þjóðlögunum og svona skemmtilega frásagnir í kringum þau. Þannig að við höfum alveg heyrt að fólk hefur verið svolítið já, heyrðu, ég vissi ekki að þetta lag fjallaði þetta. Og þá takið á móti hópum, eða hvernig, sko, ef ég væri gædd, þú veist, væri með einhvern hópi eða bara var að skipuleggja saumaklúbb eða hvað sem eitthvað hópefli, að þá get ég haft samband við ykkur. Já, nákvæmlega þannig. Og þið mætið með gítarinn og röddina og allt saman. Já, þá bara, ef þetta eru svona pingulitlir hópar, þá höfum við líka fengið fólk bara til að koma heim til okkar. Og höfum aðeins gert af því og við erum búin í blokk sko og það er svo flott útsýni yfir sjó, yfir Faxaflóann og yfir þetta Snæfellsjökul og allt sko. Þannig að Og það hlýtur að vera miklu meiri reynsla fyrir útlendinga ef þeir eru í litlum hópum að geta komið heim. Já, sérstaklega þeir sem að búa kannski í einhverju stórborg og eru vanir að horfa bara á gluggan hjá nágrannanum fyrir lít út á mótnana. Að hafa útsýni, sjá inn í Berjadalinn og Snæfellsjökulinn og geta svo hlusta á góða tónlist yfir góðum kaffibolla. Það er náttúrulega svona sérstök lífsreynsla örugglega. En svo höfum við annars fengið að vera í þessu húsi sem við erum í núna sko, stúkuhúsinu sem er í byggðasafninu í Görðum. Í Görðum, já. Á Akranesi. Já. Og þetta er bara alveg yndislegt hús. Já, og hérna getið þið tekið á móti svolítið stórum hóp. Já, hérna getum við verið með, uppi getum við alveg verið með 20-25 manns og svo er líka stærra rými niðri sko, þannig að það har alveg verið 50-60 manns. Hérna náttúrulega kaffihús, Garðakaffi, við hliðina á þessu húsi og svo er safnasvæðið í rauninni, hérna byggðasafnið með allskyns, gömlu, flottu og merkilegu dóti sem er gaman að skoða og svo er líka eldsmiðið hérna. Og það er hægt að fá eldsmið til að koma og sýna hvernig þeir vinna og þannig að þetta er frábær pakki fyrir hópa að koma hérna, fara á kaffihúsið, fá tónlistarflutning hjá okkur og Nákvæmlega, ég ætla að segja það, þetta er eiginlega bara heil dagskrá, þú getur komið í mjög fjölbreytt. Mjög spennandi fyrir hópa og svona möguleiki sem einmitt væri gaman að fleiri bara vissu af. Já. Söngkona. Við erum þið bjugguð til söngkonu, eða ekki?
Ímyndur okkar. Við erum að gleyma Já, ég er búin að sjá það sjálf. Hún syngur með ykkur sem að gera þetta ennþá fallegra, er það ekki? Já, það kom eiginlega svolítið skemmtilega til, sko. Það var ekkert endilega hugmyndin fyrst, sko. Svo vorum við bara áttum að fara að taka á móti fyrsta hópnum. Vorum að æfa heima bara kvöldi áður og hún fór bara að syngja með eitthvað og við byrjum svona að ratta eitthvað lög og svona og við sagðum, þú ert bara með okkur. Þannig að hún er með þegar það er á þeim tíma og hún getur verið með. Já, bara svona, það hefur alltaf gengið upp allavega hingað til, sko. Við erum kannski ekkert að draga hann út seint á kvöldin en jú, stundum. Já, bara svona, þetta má ekki vera einhver leiðindakuð hjá henni, sko, en... Nei, ég get ekki ímyndað mér að það sé. Þetta er forréttind að fá að syngja með foreldrum sínum, þú veist, algjör. Fílar til bort, sko. Allavega ennþá. Ef við útskýri fyrir bara svona ból eins og mér, folksong, íslensk þjóðlög, getið þið nefnt dæmi? Hvað eru íslensk þjóðlög? Já, þetta eru nú mikið lög sem að mitt fólk bara þekkir almennt, sko. Eins og bara Krummisvafi Klettagjá, tökum það, Hani krummi hundur svín, Hætt að gráta hringana á, svona einhver lög bara þetta er gaman að segja frá því einmitt, sko, að eins og með Krummisvafi Klettagjá, að þetta er svona lag sem að krakkar læra á leikskólum. Þetta er bara svona lag sem að allir kunna á Íslandi. Farið þið þá inn á söguna, hver samt þetta út af hverju, hver er sagan á baku það eða hvað þetta fjallar, útskýrið kannski fyrir útlendingum hvað Krummisvafi Klettagjá er? Já, algjörlega, sko. Eins og Hætt að gráta hringana, fólki finnst það vel svolítið svona furðuleg saga, sko, þannig að það sem að fara að taka tána af vinnukonunni, sko. Já, það hljómar ekki vel. Já, þetta er svona, já. En mjög fallegt lag og maður myndi aldrei halda að þetta væri í rauninni lag aflimun. Hættu að gráta hringana á, heyrðu ræðu mína, ég skal